Góðan daginn og velkomin í þáttinn okkar sem verður eins útlit og hann verður og þú veist allt þegar verkinu lýkur. En drottinn er eins sami og hann hefur ekkert farið neitt og sumir velja fara. En ef þeir snúa tilbaka þá er hann þar sem þeir yfirgáfu hann og vegna þess að hann er ekki að fara neitt. Og hann þetta hvetur mig og þið til þess að vera kyrrir hjá honum. Sem er líka mynd upp á mikilvægi þess að stoppa einhvers staðar. Maðurinn er ekki fæddur til þess að vera eitt af flóttadýrunum, en sumir eru það, þeir eru alltaf á flótta. Ef ekki hlaupandi undan einhverju þá eru þeir í flótta einhvers staðar í hjarta sínu. Það er alltaf margir þar og það er eðlilegt að það er synd í heiminum og hún býr til þennan flótta. Að upphugsa eitthvað flótta frá þessu, frá hinu og svo framvegis og í stað þess að velja, þú velur það, að horfast bara í augu við það og meira, þú tekst á við það. Og veitum menn að þá er sigurinn, já, hann er kannski ekki höfn, það getur verið fyrirhöfn að ná honum, en hann kemur. Þegar þú ert komin inn á þessa línu að gera þetta svona. Sannsagt, flóttadýrið allavega hefur verið sært, það er kannski ekki alveg fellt, en það er allavega ekki virkt eins og er. Og meðan þú ert í þessum ham, þessum gír. Og þetta er að berjast trúarinnar góðu baráttu og þegar maður gerir það, þá er maður í raun og veru með sigurinn vísan. Það getur tekið einhvern tíma að ná honum fram en hann kemur vegna þess að trúin gerir það að verkum að þú heldur þessu bara áfram. Að vinna þetta góða verk, að þú sér þörfina fyrir að vinna það og þú lætur engan hafa neinn áhrif á það. Það er engin bilbugur á þér. Og maður sem engin bilbugur er ekki leið eitt af flóttadýrunum sem að hleypur bara við minnsta njask. Þannig er það ekki, en það eru margir á þeim stað. Og kannski varst þú einhvern tímann á þeim stað, en kannski ertu líka farin af þeim stað og þú getur vegið þetta og metið og þú sér munin og segir þetta er miklu betra svona. Þannig að við getum alltaf verið að lagfæra okkar líf, en ef við sjáum ekkert að það sé neitt að því, þá lagfærum við heldur ekki neitt. Hvað ætlar að lagfæra ef ástandi hjá þeir þannig að það er ekkert að? Og líf manna getur náttúrulega verið þannig að það sé ekkert að. En sumir sjá það ekki, samt hellingur að, sem er svona verra í málinu. Hvernig opnum maður augun? Ég get ekki opnað augun eins. Og meðan maðurinn er bara á sínu stað, þá er hann bara þar og ekkert er að gerast. Þannig að við þurfum að vera svolítið vakandi fyrir okkur sjálfum og hvar við erum stödd þá og þá. En við erum kannski miklu ofta vakandi fyrir lífi annarra. Að þessu megin og alveg fara að taka sér taki. Hvað með okkur sjálf? Þurfum við ekki líka að gera það? Jú, við þurfum líka að gera það. Og sumir taka sér taki og gera það. Og verða breyttir og bættir menn. Vegna þess að þeir fóru af stað. Þannig að þetta er allt verk sem við erum að vinna. Og Guð er að kalla okkur til þess að vinna góð verk. Og þú byrjar á því að vera með sjálfan þig í lagi. Það er gott verk. Og svo þegar þú komið með lagfæringarnar eitthvað á stað og ert farin að gera svona oftar það sem er rétt, þá getur þú líka farið að kenna öðrum með árangri. Og getur alveg staðað því sem þú ert að segja og kenna. Já, við getum alveg staðað því sem við erum að segja og kenna að því við erum þetta fólk sem segist að vera. Þannig að lygin hefur vikið til hliðar og flóttadýrið er búið að henda því út og farið þau fyrir betra og þú bara tekst á við það sem þarf þegar það þarf. Það getur verið erfitt að koma því í kring
En þú gerir það vegna þess að þú sér að það þarf að gera það. Þetta er breytingin sem verður frá því að vera flóttadýr sem hljópar undan öllu og yfir það að vera ábyrg manneskja. Og hver vill ekki vera ábyrg manneskja? Og allir, hver sem getur orðið þessi ábyrga manneskja, en það verður aldrei neitt af því fyrir en maðurinn sér. Það er alltaf sama sagan í gangi, þú þarft að sjá. Þú sérð ekki hvað á þó að breytast. Þannig þú sér mikilvægi þess að vera með svolítið svona, vera svolítið opinn fyrir sjálfum sér, breytni sinni og ástandi sínu og gera lagfæringar þar, byrja á því, svo getur maður farið að, ef maður vill farið að hjálpa öðrum svona innan gæsalappa. Ef að mér biðja það, þú hjálpar náttúrulega engu sem vill ekki að sér sé hjálpa. Og sumir eru þar að þeir vilja ekkert að þeim sé hjálpa, þeir vilja svona innstein en vilja það og ekki. Því að þegar það kemur að því að fara að gera eitthvað sem þarf að gera, því að ef þú hjálpar þurfi og þá þarft þú að breyta einhverju til þess að hjálpin fara að virka, en allt og margir vilja ekkert breyta neinu þegar að því kemur að taka á því. Þá stoppa þeir, þá hætta þeir við og breytast í gamla hlaupadýri sem var alltaf á flótta. Alltaf hlaupandi, alltaf á fullu, alltaf að flýja undan hverju? Einhverju ógn, að tali var, sem var hvað? Það getur hafa verið hvað sem Kannski var einhver að reyna bara að hjálpa þér og þú lókst undan hann og þú hérst hann alltaf að fara að gera þér eitthvað. Sumir eru með sjálfan sig þarna. Þetta heitir ótti. Það er mikið að ótta til í heiminum og hann er eðlilegur. Maður sem missir sjónar af Guði fyllist ótta. Og það þarf ekki mikið að gerast til þessi ótti fyllist í byrjáður, svo er hann bara það. Fréttirnar eru meira og minna allar merktar ótta, það gerist eitthvað og það er blásið upp og hvað gerðist? Já, kannski ekki svo alvarlegt, en það var blásið upp og þær ollu því að þeir sem heyrðu þeir fylltust ótta. Þannig að það er svona alið á þessum ótta. Hver elur óttanum? Ekki Jesús, svo mikið veit ég. Hver þá? Hann heitir Satan. Því hann er óttasleginn sjálfur. Hann misti flugið og var hent til jarðarinnar hingað og hér er hann. Og er þá með dóminn á sér, helju. En hann er svo allir aðrir, veit ekki hvenær þetta gerist og hann er óttasleginn allan daginn. Og hann er búinn að fylla í sjálfan sig illsku og smitar allt sem hann getur með þessar illsku og þess vegna er allt þetta ofbeldi í heiminum. Öll þessi morð sem verið er að fremja, allur þessi þjófnaður sem verið er að gera svo framvegis að það er ekkert öruggt. Og þetta er engin ný bóla, þetta er engin ný frétt, þetta vita allir sem eitthvað fylgjast með og hver svo sem fylgist ekki með. Í dag með allt yfirið fullt af fréttum, alls konar fréttum, af öllu og engu. Við erum alveg okkur meðvituð þetta allt saman. En svo kemur einn eins og þessi sem er merktur krossinum og hann fer að tala Jesú, fer að tala lausnina, en einu svona lausn og er sjálfur komin inn til þessa lausn margt löngu og veit alveg hvað hann er að tala að Kristur er lausnin. Lausn er eitthvað að hjá með hann. Þú sjálfsagt sér það ekki núna. En þegar þú ert komin til hans, þá fer nú að ljúkast upp fyrir þér eitt og annað að þú vilt nú losna við þetta og þú vilt losna við eitt og svo framvegis. Af hverju viltu losna við eitthvað? Þú sérð, þegar trúin komin, að þetta fjötrar þig. Þetta sást ekki áður. Þetta er syndin. Hún blekkir. Hún lýgur, hún svíkur, hún gefur eftir og svo hleypur hún. Allt á að lota. Undan hverju. Hún er óttaslegin við það að hún verið gripin. Hún verið tekin. Hún verið sett í járn. Hún verið sett á baku lás og slá. Og það vill hún ekki. Hún er alltaf á flótta. En heldur sér gjarnan við sinn steðja að brjóta af sér áfram og flýja áfram. Gera þetta áfram. Hitt áfram. Og það breytist ekki neitt. Og hjartað er í kröm.
og það orðið sjúkt og veikt og maðurinn þess vegna orðinn stórhættulegur. Sumt fólk stórhættulegt, vissirðu það? Já, þú veist það, vegna þess að þú ert í þessu lífi eins og það er. Ekki svo að skilja að þú hafir merkt þetta beint á þér sjálfum, en þú sér þetta allt í kringu þig. Og það ekki annað en að kveikja sjónvarpið. Það allt fullt af ofbeldi og sögum og sögnum af ofbeldi og þessum svikum og hinum svikunum og svo framvegis og framvegis. Og þessi verið að hneppa þennan í varðhald og hinn í varðhald vegna einhvers brot sem hann gerði eða hún. Hún náttúrulega verður uppundi alveg í rjáfur hneykslaður á þessu. Ég segi að þetta allt vegna þess að það synd í heiminum. Og hún bara gerir öll syndarinnar verk og þau eru svolítið breið og víð. En ekkert að þeim stenst frammi fyrir Guði sem kemur með nýtt inn, en þó ekki nýtt, þetta hefur alltaf verið, kemur með þetta nýja inn fyrir þig og mig og okkur sem vorum ekki trúið áður en eru það í dag og keppum eftir því að vera undir afli Guðs. Þá fyrir við að sjá hvað er synd, svo fyrir við líka að sjá hvað er réttlæti og dómur Guðs. Og hver er dómur Guðs? Það kemur nefnilega dómur Guðs. Og þá eru tveir staðir sem er að velja. Annar er himnaríki, hinn er ekki himnaríki. Og þetta eru staðirnir sem er að velja. Og þannig þú getur valið himnaríki, en þá verður líka að segja já við Jesú. Og já, með þess vegna erum við að gera það sem við erum að gera. Það er að hjálpa mönnum til þess að velja. Þú verður að velja. Það kemur að því þú verður látin velja. Nú er tími til þess að játast Jesú og gera það sem hann er að bjóða. Þá ertu bara komin yfir í hans lið. Mitt fólk, segir Drottinn, vertu þar. Það er annar hópur þarna og það er ekki fólk Drottins. Hvert er það? Á sama stað og Satan er, helgið. Þetta er ekki svolítið hart. Ég dæmi engan, en ég bara segi það sem Biblían er að segja. Og ég trúi því að svona sé þetta. En nú þegar ég komst yfir til Drottins, þá getur þú það líka. Og það var snögg aðgerð þegar að því kom. Ég horfði bara til hliðar og sagði, það er til Guðs. Og ég held mér ennþá við þetta. Og þetta var árið 1989. En þú sér að þessi er búin að vera nokkuð lengi við þetta. Með krossin uppi. Hann er á húinni. En krossin er þó fyrst og fremst í hjartanum. Þar eru allir innviðirnir og þaðan streymi kærleikur Drottins til umhverfisins. Takk eftir því kærleikur Drottins. Ekki minn kærleikur, hann er jafn lítill og slappur og þinn. En kærleikur Drottins streymir frá hjarta trúaðs manns og konu. Og þetta hjarta, það talar orð Guðs, ekkert annað. Það er munurinn, það er breytingin. Og orð Guðs stendur alveg fyrir sínu. Það er mitt, mér á að gefa það og hér er ég að tala það, vegna þess að ég vil að þú heyrir það og gerir eitthvað með það. Annað get ég ekki gert fyrir þig en að tala það, segja það frá því og hveita því í áttu orðinu. Þú þekkir orðið, ert kannski hikandi í þessum töluðum orðum og orðin svona svolítið ráðvilltur vegna þess að kannski gekk ekki allt upp eins og þú hélst, en haltu samt áfram. Ef það er Guðs vilji, þá kemur það. Ef það er ekki Guðs vilji, þá hvort þið færið það ekki. Og þetta er einn lærdómurinn sem við lærum. Það er að við förum að átta okkur á því að Drottinn talar. Sumt fær maður ekki og þá vorum við óskaplega súri framan og allt saman það. En svo lærir maður líka á það. Svo lærir maður að tala þannig og gera þannig að Drottinn bara færi manni það. Og í raun og veru þú náttúrulega hættir aldrei að biðja eða svona krefjast ýmislegs, en þú lærir það með tímanum að gera krefjast það sem þú veist að Drottinn vill gefa þér. Og hvað er það? Það er góða að fara og fullkomna. Þetta er allt á hreinu í honum. En þetta tekur tíma fyrir trúaðan mann að komast á þennan stað þar sem þetta bara blasir við. Og það er góð stað að vera í þegar þetta blasir við. Og ef þú ert bara hreinn og beinn við Drottinn, þá smátt og smátt stígur þessi skref inn í þetta umhverfi. Og þangað komast allir
sem eiga trú inn í þetta umhverfi þar sem þetta góð og fagra blasir bara við og þú ferð að tína úr því nektarbúri sem þú vilt og þú veist að ætlar að gera það gott og það er ýmislegt sem að gera það. Þannig þú getur alveg beðið hvað sem þú vilt auðvitað en með tímanum þá lærirðu að biðja samkvæmt vilja Guðs. Þetta er allt lærdómur, þetta tekur allt tíma, kannski misjafnlega fljótt að gera, en þetta tekur tíma og þú þarft að læra inn á þetta og þess vegna ertu með orð Guðs. Það er grunnurinn undir allir þinni trú og göngu. Maður sem er trúuð manneskja og les ekki Biblíuna, hún er alltaf einhvers staðar bara út í móa með sjálfan sig, þó hún eigi til trú. Þetta verður að tengja saman. Og svo að því fæðist ýmislegt og þú sérð, eins og Drottinn talaði við mig, beint á sínum tíma, þú verður að vera í samfélagi saman. Og ég upp frá því fór að kíkja í kringum mig á samfélag. En þetta reyndar var eftir að ég kom aftur söður. Ég bjói í Neskaupstæðinu nokkur mörg ár og þar var ekkert samfélag og þannig að það var ekkert það að ræða nema bara þjóðkirkjan og hún blessaði mann eins og henni er tamt, þannig ég hef ekkert á móti þjóðkirkjunni. En þegar maður kom söður til Reykjavík og til Hafnarfjarðar reyndar, að þá blöstu við þessi söfnuður á öðru hvoru götuhorni. Og ég gekk inn í einn af þeim og ég reyndar ekki sama söfnuði í dag og ég var þá, en ég líti á þetta sem kirkjuna sem ég gekk inn í. Því að fyrir mér er þetta allt saman bara kirkja, ein og sama kirkja. Ég veit að nú ertu tvöfalt ósammála mér því að þín kirkja er besta kirkjan í öllum heiminum, en þannig blasir það ekki við mér. Ég bara, kirkjan er þetta, Kristur er í kirkjunni og það nægir mér alveg. Þess vegna er ég í kirkjunni og reyndar ekki í sama söfnuði og ég var þá og ég skammast mér bara ekkert fyrir það. Bara aldeilis ekki. Ef Drottinn vill færa, þá bara gerir hann það. Og ef hann vill færa mig það sem ég er núna, þá bara gerir hann það. Punktur og eftir, en ég á ekkert von á því að hann gerir það neitt. Og ég er svo sem ekkert neitt að biðja það og ég reyndar aldrei biðja neitt hvað þetta var það. En samt færða mig nú á milli. Og ég endaði það sem ég er núna og er alveg sáttur við það. En ef hann vill halda áfram að færa mig, þá bara, hvað ætla ég að stoppa hann? Er ég þó orðinn Guð? Ég held ekki. Þannig við verðum bara að lúta honum, vera undir vilja hann og afl sjá og þá vitum við alveg, hann er að gera rétt. Hey, ég þarf að vera undir afli sem ég veit að gera rétt. Og ég náttúrulega stend ekki með mótora gegn því sem ég viðurkenni í hjarta mínu að það er að gera rétt. Og ef hann breyti ykkur yfir mér þá bara má það. Hér er ég, gerðu bara það sem þú vill. Og hann gerir það líka. En viljum við þetta, við séum bara saman í þessu. Og við verðum saman í þessu. Því það er líka vilji minn. Alveg svo er vilji Guðs, þá er það líka vilji minn. Svona er hægt að stilla sig af við Guð, Drottinn Jesús, og þetta er það sem hann vill. Hann vill ekki vera að þvinga menn til og nokkur skapa að sluta. Hann vill bara að við gerum þetta sjálfvilju bara í gleði. Þú ert alltaf hjá mér og hefur aldrei beðið mig neitt, eins og sagði eldri sonur þegar að yngri sonurinn komið allt niður sig úr nokkra ára fyllir í jafnvel og einn var alveg rosalega spöldur maður. Og skammaði pappa sem fyrir að tækja hann bara opnum örmum. Hann hefði aldrei gert neitt fyrir sig. Hann ekki gefið hann kjöldlegri sem gæti glæst með vinnu sínum. Þá kom nú svar frá þeim gamla, segir það. Þú voru aldrei beðið mig neitt. Og hvers vegna átti hann að vera að gefa að færa honum eitthvað ef hann baðar hvort þau aldrei neitt. Við þurfum að biðja. Og stundum viljum við að menn lesi hugsanir okkar, en við biðjum aldrei neitt, svo ég á bara að sjá hvað okkur vantar. Þannig að við sjáum að eldri bróðurinn er nú í það. Hann getur bæði verið kona eða kall, systir eða bróðir. En við þurfum að gera þessi verk. Við þurfum að vera okkur svolítið meðvituð hvað við megum við ganga langt.
lestu Biblíur og þá veistu allt um það. Það eru náttúrulega ákveðin mörk sem Biblían setur okkur, en þegar þú ert komin inn í þetta frelsi Drottins, að þá sérðu já að frelsið nú nokkurt. Ég kvart ekki undan því að manni séu setja skorður hér og hvar. Ég þekki það reyndar ekki. Mér finnst ég geta bara gert það sem ég raun og veru vill. En þá eru konur á annan staði í þessu öllu saman, því að núna veit ég hvað Drottinn vill að ég geri. Þannig að maður er komin á þann stað með lærdóminn og allan pakkan, að maður veit hvað Drottinn vill að maður geri og maður geri það og er sælastu maður af. Drottinn vill líka að þú sért þarna. Þannig að við þurfum að koma okkur á þannan stað, þetta er í skref fyrir skref, sem við komumstum á þennan stað að við þurfum átt okkur á því og þetta er það sem að Drottinn ætlar mér að gera. Ertu bara að finna þennan stað? Ég veit ekkert um það, en ég bið Guð um það að það sé allavega ekki langt í það að þú finnir henni og við þurfum að vita hvar við stöndum í þessu öllu saman. Það er rosalega öflugt trú að eiga að vita hvar maður stendur. Ef þú veist það ekki, á ég þá að vita það fyrir þig. Ég get það ekki, þótt ég vildi það. Þannig að sumt verður maður að gera sjálf. Þannig að þetta er nú ekki flókið þetta trúarlíf, það er bara svona að sumt þurfum við að gera sjálf, standa í sumu sjálf og vera náttúrulega umfram allt við sjálf. Við getum ekki verið neitt annað en við sjálf. Við getum sett upp einhverja grímu og leikið einhverju hlutverk. En þau munu allt saman, fipast ykkur staðar og þú kemur bara ljós. Gerðu það bara núna. Hættu öllum leik og vertu bara þú sjálfur og sjálf. Bæði líðið er best með það og þú ert hættur og hætt að fela hvað? Ekki fyrir mér allavega, mér er alveg sama, þú mátt alveg vera þú sjálfur og sjálf fyrir mér. Það truflar mig ekki neitt, ég er ekkert að biðja um neitt. Ég fari annara nema bara, manneskju sem er bara blíð og góð. Ég kann best við það. Og flesti sem er umgengst í dag eru nú þetta fólk, blítt og gott fólk. Þannig að það er ekki vandamál og ég vil alltaf verið, maður hefur nú alltaf verið innan bara ágætis fólk. Og er sjálfur ágætis gæi. Þannig að þetta er bara vegna þess að það er bara einstaklingur sem hefur lært vissa prúðmennsku og fari ekki lengra með sjálfa sig en maður ræður við. Og þetta hefur verið hlutskipti manns bara Obamas lífs. Þannig að maður lítur yfir farin veg og það er ekki bara tómar brotalamir og raunin hús og veggir. Það er ekkert svoleiðis. Sumt þetta mátti fara betur og gera betur sem er annað mál. En það er einhver brunarústir, einhvern hraun, eða bara hús á liðinu og ég veit ekki hvað og hvað, það er ekkert svoleiðis. Og ég bið að það sé heldur ekki hjá þér. Þannig að þú skal líta á þennan dag sem daginn sem þú getur gert eitthvað gott á. Og það fylgir þér. Dagurinn gæti alveg farið þannig að koma brestir í eitthvað, svo eftir einhvern tíma þá er það bara hraunin og það vill ekki. Og hvað segir þetta mér og þér? Við skulum vanda okkur. Við skulum vanda okkur í deginum. Og hvernig lærum við að vanda okkur? Við náttúrulega eigum til trú, það er nú fyrsta skrefið að þessu öllum, og trúin opnar þér leiða orðið Guðs, sem er næsta skrifið svo öllu saman og þar lærir leksíuna. Og þú ert að læra góða leksíu upp orðið Guð og þú lærir aldrei neitt nema góða leksíu þar. Það er nú ekki nema boð og bönn þar, segirðu. Ég þekki ekki þessi boð og bönn. Það sem ég þekki er bara ljúft og gott og alveg vel hægt að fylgja og fara eftir. Þannig að það sem ég les út af þessu ágæta orðið Guðs. Þannig að þessi boð og bönn sem sumir eru að tala ég bara þekki það ekki, ég veit ekki hvað menn eru að tala þegar kemur á þessu orði. Því að þú lifir frelsi í Jesú. Frelsi í Jesú er ekki, er ekki boð og bönn, þú mátt ekki þetta og mátt ekki hitt. Þú mátt allt. En sumt er ekki gagnlegt og það segir orðið. Og það er það sem það kennir þér, það sem er gagnlegt. Og þú verður að læra það og sér það að það er gagnlegt, og þú vilt gera það áfram af því að það er gagnlegt. Og þú vilt ekki gera neitt sem er ekki gagnlegt. Það er bara tímaeyðsla. Og það er komið til að fara, ekki til að vera.
öndvertið hið gagnlega, það stendur. Af því það stendur á kletti aldanna. Og svo er spurningin, hvað viljum við gera í þessu máli? Ég vil bara fylgja Guði. Ég vil fylgja Jesú og vera það sem hann er. Af því mér er boðið að vera það. Ég er búinn að vera það í mörg ár og ég ætla ekki að fara neitt þaðan. Með þetta nafn og vörunum, Jesús mun ég, geispa gólinn eins og sagt er. Þannig að það er ekki alveg komið að því, en það er náttúrulega með hverjum deginu þá færist þetta nær og það er allt í lagi. Enn er dagur og enn geti þjóna drottnin, enn geti gert verkin sem hann er að bjóða og að mér er bara sátt við það. Og þetta er eitt af því verkum sem hann setti upp í hendurnar á mér og ég er búinn að sinna því og mörgu öðru, ég lærði alla mína trúargöngu. Allavega eftir að ég kom inn í kirkjuna, ég var bara í venjulegri vinni þangað til ég fór í kirkjuna, ég hætti þar og gekk inn í kirkjuna. Ég var ekkert að biðja um neitt. Ég var ekkert að biðja um það að hætti vinnu í þessari verkamannavinnu sem ég var. Ég átti ekkert annað von á neinu öðru von en að þetta er bara áfram. En drottinn sá til þess að þetta hætti og ég veit alveg að það hætti, þetta var hans vilji og þá voru dyr opnar. Það var inn í kirkjuna. Og svo þegar ég fór í gegnum þess að dyr þá lokuðust þar á baki mér og ég vissi að ég myndi vera í kirkjunni lengi og það er komin yfir 30 ár, 35 ár ekki svoleiðis. Það var, hvernig var það, 79, kom ég inn í kirkjuna og þá ég er búinn að vera það síðan. 89 fyrir ekki, það var ekki 79. Nei, fyrir ekki, það var í kringu 2000, ég var svo gleyminn og gamall maður. Þetta er svona klæra saman í gollunum á manni. Þetta er Afturingarnir hefur nú alveg afsökum fyrir því að þetta er mjög algengt hjá okkur gollunum að sláast svolítið saman í toppstekinu. En Reykingarnir þekkja þetta ekki neitt því að það slæðir aldrei neitt út í þeim og það er besta mál. En það er Guðs orð og við erum stolt af því að þjóna Guði og við erum stolt af því að hann hefur gefið okkur skilning á orði sínu og við viljum vaxa í þessu orði vegna þess að þetta er eitthvað sem gerir okkur gott og er þarflegt og allt saman það og það viljum við gera það sem er þarflegt og temjast við það sem er þarflegt vegna þess að það er þarflegt. Sumt er ekki þarflegt. En við erum kannski eltast við það og eyða miklum tíma í það sem er ekki þarflegt. En í trúnni og undir trúnni afli trúarinnar þá ferðu að svona sækjast eftir því verkum sem eru þarfleg verk. Og hvað er þarflegt verk? Það er þarflegt verk að sinna því sem Drottinn hefur lagt upp í hendurnar á þér. Og það er þarflegt verk að rækja sína safnaðarsamkomu. Það er þarflegt verk að sitja undir orði Guðs og læra á orði Guðs og taka þátt í umræðum þar sem það er og það hefur maður svo sem oft gert og ég er ekkert að heykjast neitt í því og held ég áfram vegna þess að hjartað það krefst þess að ég geri það og við verðum að sinna trúarhjartan okkar sem kallar alltaf eftir því sem er leiðsla Guðs. En þarna erum við með allt og allt. Ef ég vill þetta ekki, þá verður ekkert að því. En ég vill þetta. Ég segi það bara, ég vill þjóna þér Drottinn, ég vill gera það sem þú ert að biðja. Þannig að það verður eins og það hefur verið bara í gegnum árin og ég er bara mjög sáttur við það. Ég veit ekki með þig, en ég er mjög sáttur við þetta og þér að segja það vill ég ekki skipta á þessu og ykkur öðru hverju. Ég segi við sjálfa mig að þetta sé það besta. Ef ég skipta á þessu og ykkur öðru þá er ég í raun og vera að sleppa því besta og taka upp það næst besta. Og það er ekki það besta. Þess vegna ætla ég bara að halda áfram með það besta vegna þess að það er það besta fyrir mig að gera. Og ég get alveg talað og hvatti sem manneskju í þess átt vegna þess að það sem að gera mér gott sem manneskju mun líka gera þér jafn gott og mér. Að því við erum bara manneskjur. Við þurfum bæði og öll á Jesú að halda sama hver afstaða okkar til hans er í dag. Einu sinni var afstaða mín, já þannig, mér var alveg samið að Jesú máttu vera þarna en hann vildi.
En núna hann allt mitt líf. Allt mitt líf. Og ég ljá ekki máls og öðru en að vera það sem hann er. Þjónunum, daglega, alla daga, allt árið kring, eins og ég hef gert frá því að ég eignaðist trúna. Sem orðið nokkru áratugi síðan. Ég sé ekki eftir sekúndu þar. Ég svo sem nú ekki þar endilega að vera mikið að sjá eftir einu og öðru. En ég sé ekki eftir sekúndu sem ég varið af tíma mínum í ranni Drottins. Ekki sekúndu. Og ég meina það og stend á því. Vegna þess enn þetta það besta sem að mér hefur fast í fang. Og ég að segja þér, það sem mér hefur reynst best, og það orð Guðs, trúin á Jesú. Hún hefur verið mér aldrei neinn byrði. Það getur yfirgefið mig að því ég er trúaður. Það enginn yfirgefið mig. En samgóngurinn kannski ekki mikill og var einu sinni, það allt í lagi. Við verðum auðvitað að lifa okkar eigin prívat lífi. Og þú gerir það fyrir þig og ég fyrir mig. Og mitt prívat líf í áratugi núna að þjóna Guði. Hrópa þetta nafn, Jesú. Og okkur, það eitthvað rátt? Býttar það eitthvað fyrir þig? Ég held ekki. Það gerir allt fyrir mig. Þannig við megum bara að lifa okkar lífi. Ég þessu og þú þínum. En ég bið að þú eigir það sama og ég, því að það gott að vera undir afli Drottins og þú upplifir þig ekki einan, aldrei einan. Ég veit það ekki, ég leiðist maður einhvern tímann, ekki mér leiðist nú aldrei, því að ég hef alltaf nóg að gera. Hvað er alltaf að gera maður? Nenni ekki að svara þessu. Ég alltaf eitthvað að gera. Þess að Drottinn, ég þjóna honum, það veit að karlinn starfsamur en þó og bara gefur verkefni, alveg endalaust verkefni og hæfileika sem maður hefur. Man notar þetta allt í Jesú nafni, núna, ekkert annað. Þannig að það gott að þjóna Drottni og það ekkert undan eina kvarta fyrir manneskju eins og mig sem að þjóna Drottni og lifir og hræðist í þessu umhverfi, árum og áratugum saman og segir við sjálfum sér, ekki að fara neitt. Maður hefur svo sem séð nokkra hverfi í stormi, en hvar þau í dag? Reitt og bitt fólk. Það hlutskiptið í dag. Ég vil ekki vera þar. Ef þetta fólk gat farið með sjálft sér þangað vegna rangra ákvarðana, geti það líka. Ég segi, ég vill það ekki. Og Drottinn heyrir þessa bæn mína í raun og veru, þetta er bæn. Segðu þessa bæn fyrir þig, ég vill það ekki. Ég vill vera áfram það sem þú ert og takast á við það sem þar er. Og það getur svo sem verið alls konar. Og sem kannski ekkert endilega ljúft og blítt. En svona fyrir mig allavega þá hefur það samt staðið upp úr. Þetta ljúf og blíða. Því ég þjóna Jesú sem er góður Guð. Hann hlúir að og hann ver og hann vendar, vendar fyrir hverju. Inn og vonda. Það er þannig og reynir en næri ekki að snerta mannesku sem Drottinn á. Það er málið. Þannig að þú ert vendaður og varinn af Jesú alla hringinn, ofan og neðan. En hitt er það. Okkur. Þetta er að trufla þig, þetta er að tefja þig og svo framvegis og framvegis. Hvernig getur það? Það getur það ekki en það reynir það. Það reynir það. Þetta er verkefni. Að fella þennan stóra vita kall til dæmis. En það getur það ekki vegna þess að krossinn er á milli. Trúin er á milli. Og hann stangar hann alltaf. Alltaf. En ég verð ekki fyrir neinum höggum, þannig séð. Kannski smávegis svona einhverju tilfinningum en ekkert meira en það. Þetta er það sem að gerist hjá kristumanni sem veit hvað trú er. Trú á Kristi er. Og hann er bara í þessu ranni, í þessu húsi og svo náttúrulega lærir hann á þetta, hvernig þetta á að gera þetta. Drottinn kennir honum og þú ert undir hans vendavæng núna. Núna.
Það getur ekkert illt snerti. Það getur snerti, já, ef þú velur það. Ég segi ekki velja það. Þannig að Drottinn, og þetta vitum við, hann tekur aldrei fram í fyrir vilja ákvörðun þína. Þú getur gert hvað sem þú vilt. Og sumir kristnir menn einu sinni fóru út í syndina með sjálfan sig. Og eru þá bara eins og hver annar syndari. Þannig að við getum alveg umhverfst í hjartanu hvað þetta varðar. En ég segi ekki gera það. Leðu bara Drottni að hlúa þig, vernda þig, verja þig, hann vill það. Og hann í stakk búinn að gera það. Það sem hann segir, það stendur á við. Og hann hefur menn eins og mig og þig til þess að tala þetta við fólk og þeir gera það, fólki gerir það og hressir marga við með því sem þeir segja af því að þeir eru að tala orð Guðs. Þetta eru orð sem að Drottinn hefur blásið manninum í brjóst og þú ert að heyra þau. Þess vegna tekur hjarta við. Þess vegna finnst þér gott að vera undir þessum orðum. Vegna þess að þau eru töluð af anda Guðs og ekkert minna heldur það. Þú getur verið þarna. Hafur köllun í þetta, þá ertu þarna. Þá er þetta þín köllun og rektu þína köllun. Sumir hafa aðra köllun, en hver og einn á að rækja sína köllun. Það getur öfundast út í aðra köllun hjá öðru fólki. Ég veit það ekki, kannski eru einhverju það. Við náttúrulega þurfum að læra líka, við erum svo lítil og smá oft þegar við komum inn í þetta og við fáum, kannski horfum upp til sumra manna í kirkjunni svo aðgala aflátin, ég vildi verið svo þessi, en þú ert ekki þessi. Þú ert einhver allt annað, þú ert bara þú. Og hvað hefur Drottinn sett upp í hendurnar á þér? Sinntu því, vertu þar og leyfðu Drottni að láta þig vaksa þar. Og þú bara blessar þennan, þú tókst svoleiðis undir með þennan hálfa nóg, þú ert bara að gera þig. Þú ert í augum hans bara eins og hann. Hann sér línu, og undir þessari línu eru menn. Engi munur, bara fólk hans, sem hann að nota. Og þetta er náttúrulega fullt af nöfnum og hann mannuð öll. Þetta er allt bara jafningjar í hans augum. Og hvaða myndir að sjá þarna? Vertu þarna. Líttu á bara fólk, hvern sem er sem jafningja þinn. Og ekkert meira heldur það og heldur ekkert minna. Þannig sér Drottinn þig, hann sér þig sem jafningja. Þeir finnst nú lítið komað inn að þessi þarna er alveg rosalega látur að þessum og vá. Ég er litli kallinn þarna, ekki gagna á honum. Þetta er ekki rétt mynd þú út að draga upp á sjónu, en það er fullt af fólki þarna, ég geti lofað það. Kannski var maður þarna einhvern tímann, en ég segi, ég er það ekki lengur. Og hafi ég einhvern tímann verið þarna, ég man það bara ekki, þá er það eitthvað sem er löngu horfið. Ég er alveg sáttur við þjónustu mína í dag. Ég segi alveg kynróðlaust, ég þekki Jesú. Ég veit ekki hvernig hún tekur þessu. Ég veit ekkert hvernig fólk tekur sömu sem maður segir. En ég segi það nú samt. Og ég segi það aftur ef úti það er farið. Ég Drottinn vill að ég tala svona. Og þá ber mér að tala svona. Ég segi ég hlýði Guði. Þá hlýti ég líka hlýða honum þegar hann gefur mér orð í munn að segja, já ég geri það. Allt er uppbyggingar. Ekkert niður í gangi. Allt er uppbyggingar. Þess vegna hlustar þú með athygli. Harla gott hjá honum að vita kallinn úr Hafnarfirði. Og það er allt í lagi. En þessi feiti kall úr Hafnarfirði, hann er Guðs maður og elskar Jesú. Og ef þú elskar Jesú eins og hann, þá er þetta bara samstíga Jesú. Málið dautt. Við gerum vilja Guðs. Vegna þess að við viljum gera vilja Guðs. Við ljáum ekki máls frá neinum að gera vilja Guðs. Og það megum við eiga að við erum þarna. Og það er góð stað að vera í. Þess vegna eigum við að sameinast í anda okkar, hlúa hvoru öðrum og við fyrir alltaf að elska hvorn annan. Vegna þess að Drottinn gefur okkur kærleika í það.
góð býtti. En það komi lokaðat í dag og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram og þú ætlar að biðja ekstra bæn fyrir þessu verkefni.